Góðan daginn, góðir Hamraborgarbúar og velkomin í þennan fyrirspurnar þátt Hamraborgarrásarinnar. Hér eru með mér samankomnir Ásmundur Ásmundsson, Dóri Steingrímsson og Karl Karlsson og þeir ætla að svara ykkar fyrirspurnum og mínum eftir því sem tækifæri gefast málefni Hamraborgarinnar, framkvæmdirnar hérna í bílageymslunum, diskinn og rásirnar okkar, sjónvarpsrásirnar, og ég ætla kannski bara að byrja á því að spyrja Ásmund að því hvernig standa þessar framkvæmdir í dag? Já, það standa þannig að verktakinn hefur að mestu lokið störfum sínum við það verk sem boðið var út á sínum tíma. Hann altså er núna að vinna við að ljúka við að gera skil á ýmsum aðfinnslum sem við höfum haft við verkið, svona minni háttar frágangur í loftum og á gólfi. Hann er líka að vinna að aukaverkum fyrir Kópavogskaupstað, er að tengjast þessum framkvæmdum, svo sem eins og endurbygging á tröppum hér fyrir framan félagsmiðstöðina Hamar og líka fyrir framan stóru hringdröfnar fyrir framan félagsheimilið. Að öðru leyti það má segja að verkið sé nánast búið. Það má þvínast bæta því við að það er búið að ganga frá útboðsgögnum á varðandi málingu á bílageymslunum, það er að segja þeim hluta sem nú var til viðgerða, og líka búið að ganga frá útboðsgögnum fyrir lýsingu í bílageymslunum og þá fyrir þennan sama hluta. Útboð stendur yfir samkvæmt gögnum málinguna og síðan mun framkvæmdin við raflýsingu fara fram í beinu framhaldi þar að. Ég ætla kannski spæta við þessa spurningu. Hvað er það sem er þá næst á dagskránni? Þegar þú segir það kemur málningin og hvað með garðinn hérna uppi? Hvað ætlar Kópavogsbær að gera í því? Já, Kópavogsbær, samkvæmt því sem fram hefur komið á þeim fundum sem við Hamraborgarmenn höfum átt með Kópavogsbær þær framkvæmdir, þá hyggst Kópavogsbær undirbúa garðinn með svokallaðan lágmarksframkvæmdum fyrir veturinn. Þessar lágmarksframkvæmdir eru samkvæmt sérstöku samkomulagi þeirra við okkur fólgnar í því að þétta garðinn allavega í stórum dráttum, svona það mestu lekana fyrir þennan vetur, að huga að gönguleiðum og lýsingu við þær. Síðan, já, og þar með náttúrulega talið frágangur á stigahúsinu sem var lamið niður hér daginn. Ég ætlaði að biðja Hamraborgarbúa að hafa það í huga að þeir geti hringt hérna inn núna hvenær sem er og borið fram þær fyrirspurnir sem á þeim hvíla. Símanúmerið hjá okkur er 64 35 90 og ég bið ykkur endilega að hringja og spyrja þau efni sem á okkur hvíla. Ég mætti kannski bæta við þetta í framhaldi, þá ætlir eitthvað hringir inn, Ásmundur. Þessi umferð sem hefur verið hérna ofan á í garðinum, hefur þetta ekki haft óheppileg áhrif á þessar framkvæmdir? Já, það má segja að sérstaklega hafi þetta nú verið alvarlegt með að var verið að vinna þarna niðri og erfitt að öllu leyti. Varðandi framkvæmdirnar héðan af þá hefur þetta ekki mikið að segja, eins og er þetta alvarlegt fyrir möguleika slökkviliðsins til að komast að íbúðum ef að kviknar einhvers staðar í. Þessi bílar eiga ekkert erindi inn á þessu plötu, hafa aldrei átt að vera þarna og sætir furðu að nokkru skuli vera aðrir en þeir sem eru á undanþágu, það er að segja þeir sem eru fatlaðir og hafa haft sérstök stæði í bílageymslunum niðri og fengu heimild til þess að vera þarna uppi rétt á meðan á framkvæmdunum stóð.
aðrir eiga ekkert erindi þarna upp. Þórir, þú nú hafa verið gripið til einhverja ráðstafna til þess að teppa þessa umferð. Er þetta dæmi máttleysi samtakana að þau geta ekki stoppað þetta? Nei, ég vil nú ekki meina það sko, því að alfarið er þetta á sem sagt vegum bæjarins að sjá að teppa umferð inn á plötuna. Það er bærinn sem að alfarið á að sjá það vegna þess að hann hefur samkvæmt lóðalegu samningi allan umráðarétt yfir plötunni, þar sem ofan á henni er. Og stendur fyrir framkvæmdunum. Og þeir standa auðvitað fyrir framkvæmdunum og þeir eiga að sjá allar þessar merkingar. Við erum búin að vera að kvappa á þeim við Ásmundur það að fá þannig merkingar að öll óviðkomandi umferð sem að fer inn á plötuna, sko, hún er bönnuð. Og þetta er einungis ætlað eins og hann talaði bæði fyrir slökkvilið og sjúkralið og svo fyrir fatlað fólk og svo fyrir nauðsynlega flutninga. Að öðrum leyti þá eiga íbúar ekki að vera á plötunni og það er náttúrulega öllum til vansa að það skuli vera. Það stendur skýristöfum að þetta er allur akstur bannaður en samt sem áður þá leggur fólk sig í líma við að fara þarna inn. Við höfum engin úrræði. Við í samtökunum, við í Hamraborgarráðinu og við sem erum fulltrúar ykkar, við höfum engan lagalega rétt að gera eitt eða neitt í því sambandi. Hins vegar þá höfum við hvart á, við höfum komið þessum umkvörtunum framfæri við bæinn. Já, það má kannski bæta því við að bæjaryfirvöld, þar að segja tæknideildin, íhugar að láta draga bíla út af plötunni ef að þá bíla sem ekki eru á sérstaklega undanþágu, þar að segja bílar í eigu fatlaðra sem hafa fengið leyfi til að vera þarna. Það er sem sagt verið að undirbúa það núna því að þetta er það alvarlegt mál, öryggislega sér fyrir íbúðunar og íbúana. Og það má líka þá segja þá leið að það er alveg ótækt að þegar fólk að fara að sofa á kvöldin eftir klukkan 22 að það skulle vera glymjandi jafnvel hljóðkútslausir bílar í garðinum og það er svo glymið svo út allt. Þannig að það vekur upp halva blokkir og meira til. Þannig að ég vil hvetja alla íbúa sem eru og horfa á okkur og hlusta að vera með bílana fyrir utan. Því það er nauðsynlegt til þess að við höldum ró okkar. Því að það er stundum verið að æra óstöðan að heyra bílaumferð hánótt og þegar fólk er að koma úr samkvæmi eða slíku að þá koma hljóðkútslausir bílar inn í garðinn og láta allt rinja það gengur ekki. Svo ég segi, við höfum engin önnur úrræði, ekki sem húseigendur. Það er Kópavogskaupstaður sem alfarið á að sjá þessa framkvæmd eins og Ásmundur kom inn á. Það verður sett upp skilti þar sem sýnir að kranabifreið dregur aðra bifreið í burtu og þessu verður beitt þegar það kemur og við bíðum bara eftir þessu næstu daga. Ég vildi aftur ítreka það til ykkar áhorfendur að hringja inn með fyrirspurningar og skjóta á þá félaga og spyrja. Ég veit að það er margt sem er óljóst í hugum fólks og marga fyrirspurnir sem fólk er að skjóta sín á milli og velta fyrir sér. Þannig að nú er tækifærið, tala beint við þá sem fyrir þessum framkvæmdum og Hamraborgarráðinu standa. Ég ætlaði kannski að bæta þessu við þetta sambandi við framkvæmdirnar. Nú sögðu þið að málningin væri í burðarliðnum. Hvenær megum við búast við því að það verði opnað inn í þennan hluta sem er búið að gera við? Hvenær getum við farið að leggja bílnum og okkar? Við erum að tala það verði í október. Hvenær erum við að tala um mánuð eða? Já, við erum að tala um cirka mánuð. Já, svona rúmlega mánuð. Rúman mánuð. Og hvernig verður með innkeyrslu? Það er bara með svona mál, svona framkvæmdir sem eru háðar veðri á nokkrum hluta eins og allar svona viðgerða framkvæmdir og að sérstaklega málum að þær hafa tilhneigingu til að dragast á langinn pínlítið en þetta er nú inni það er sem sagt byggt yfir þetta þó úti sé að orða þannig þannig að það er ekki mikil hætta á því. Nei, það er ekki sem sagt neina áhætta, við erum ekkert að fá verri vinnu þótt að sé komið þetta fram á við. Nei, það verður ekkert framkvæmt nema það sé tilhlýðilega skilyrði til þess. Sko, mér langar aðeins til þess að sýna þá ef við tökum smá í sýningu á garðinum eins og liggur fyrir vegna þess að hann talaði það áðan, hann Ásmundur,
það yrði þessi plata yrði þéttuð og þá leið eins og þeir orðuðu þarna hjá Kópavogskaupstað að platan yrði afvötnuð í haust og í vetur. Þannig að við eigum búast í því á öllum svæðum hérna að það verði ræst vatn í burtu með einhverjum hætti. Og meira sé hérna útgangurinn sem að verður hérna á milli 32 og 30 að það verður sérstaklega skoðað þó svo að þeir túlki það sko hjá bænum að þetta sé þessi gangur hérna á milli sé eign húseiganda á 30 og 32 þá ætla þeir samt sem áður að íhuga það að taka þetta inn í verkþáttinn hér. Það er það sem að liggur fyrir á borðinu núna. Og svo jafnframt að það var lagt fyrir okkur fyrir þá fundinum síðasta sem við Ásmundur vorum með þeim. Það var á föstudaginn var það sem að talar lýsingu í garðinum líka í bráðabirgðalýsingu sem verður í vetur. Jæja, nú hringir hjá okkur síminn. Nú, það er svona alltaf slitna hérna hjá okkur. Já, það einhverjir klikka. Nú ef við höldum aðeins áfram þá með þetta hérna, það er að segja með garðplötuna þá er það meiningin hjá starfsmönnum Kópavogskaupstað að gera ekki meira fyrir næsta vor hér í garðinum. Aftur á móti komum við til að fjalla útlit garðsins og hvernig við viljum að hafa hann í framtíðinni í vetur í kabelkerfinu og þá leggja þeir fyrir ekki bara skissur heldur grunntillögur hvernig þeir hugsa sér þetta. Og þetta hús hérna eins og við sjáum, það er farið eins og við takið eftir. Nú það voru ýmsar óskir það að þetta hús hyrfi með sama hætti en á síðasta fundi með starfsmönnum Kópavogskaupstaðar, að segja tæknideildarinnar og okkur Ásmundi, þá kom það fram að menn voru að heykjast á því að láta þetta hús hverfa. Ásmundur, ef þú myndir þó vilja útskýra rökin fyrir því, af hverju þá horfa frá því, þá ætti mér það vænt það. Já, það er eiginlega, má segja, að helstu rökin séu þau að það er eiginlega tvíþætt að búið að gera við þetta samkvæmt útboði í vor. Það var alltaf gert ráð fyrir þetta stæði og það er búið að leggja í þann kostnað þess hvort að hluta til. Í öðru lagi þá lífur þetta alltaf stórt op sem þetta hús er byggt yfir. Það er eins og menn mun lengra heldur en húsi sem var yfir tröppustiganum og þannig að það opnar bílageymsluna mun meira og gerir hugsanlega það að verkum að það skefur meira inn í bílageymsluna heldur en við það að opna litla stigahúsið. Nú, það eru, svo er þetta aukinn kostnaður náttúrulega umfram þessum orðið og síðan eru kannski deildarminningar það hvort að einsum öðrum ástæðum þetta gat sé betur sett óyfirbyggt heldur en yfirbyggt. Það er svona dálítið erfitt að fara yfir þetta en aðal rökin fyrir því að láta þetta fara voru þau að manni þótti byggingin svona heldur viðamikil í garðinu og hefði viljað létta á ásýnd garðsins með því að losna við hana en það altså er sem sagt, ég vil nú segja þetta sé nú ennþá til umræðu en allavega og segja að það sitt alveg tími fram á næsta vor þangað til að farið verður að vinna í garðinum að taka ákvörðun það hvað verður þetta stigahús. Jæja, nú skulum við aðtöða hvort við náum það veit ekki slitna þarf ég að gera eitthvað vitlaust við þennan síma. Nei, þetta er alveg rétt, þetta er bara því að hringja í 64 35 90, hringja bara í 64 35 90 og það verður þá sem sagt bandið snýst alltaf við, ít alltaf við. Í framhaldi að þessu þegar við verðum að tala um þetta hús Ásmundur, hvaða aðrar lausnir kæmu til á þessu? Ég myndi sér að væri hægt að hafa þetta yfirbyggt aðeins að hafa þetta hús með einhverjum hætti. Það er nú líka þessi slysahætta sem felst að því að börn eru að fara þarna upp á þetta og leika upp á þessu húsi. Já. Það má náttúrulega tala slysahættu í þessu sambandi en það geta líka hlotið slys af því þegar
fólk dettur niður gatið, krakkar fara yfir slíkt grindverk og detta niður. Það því verður ekki mótmælt í öllum slíkum stigahúsum þar sem að tröppurnar á hæðinni fyrir neðan eða rampinn á hæðinni fyrir neðan byrjar, þar hæðin mest, sem sagt alveg heil hæð. Og það kannski, má segja það sé hugsanlegt að koma í veg fyrir slys á húsinu eins og það er núna, en þetta eins og ég segi, bara hlutur sem við þurfum að ræða og höfum tíma til þess í vetur. Það þarf að vera búið að rífa húsið þá áður en að farið að byggja garðinn aftur. Fram að þeim tíma höfum við svona ráðrúm til þess að taka ákvörðun. En þetta hús sem búið að rífa, er búið að taka ákvörðun hvernig verður gengið frá því? Já, tæknideild Kópavogs tók ákvörðun það, hvernig það skyldi gert og þar sem að þetta mál er alfarið á þeirra vegum og þeir bera allan kostnað af garðmálinu, að vísu ekki að því að rífa húsið en af því að byggja aftur upp í kringum þetta, þá höfum við ekki tómað neitt með okkar sjónarmið í því sambandi og það stendur til að það komi þá einfalt handrið úr járni, hringinn í kringum opið og síðan verður einhver lýsing á stöpli eða veggluta en þar sem gengi verður niður í stigahúsið. Þetta verður, létt, þetta verður einfalt. Það verður ekki yfirbyggt eins og við höfðum gert okkur vonur og höfðum gert kröfu að yrði. Rökin gegn yfirbyggingunni að hálfu þeirra á tækndeildinni eru þau að þau skyggi á innkomuna í Hamraborg 18 held ég að sé, stóra húsið, háhúsið og það bara því miður þá hafa okkar rök ekki náð í gegn varðandi það að fá létta yfirbyggingu þarna með einhverju lýsingu og við verðum bara að setja okkur við þetta eins og en það er náttúrulega ekki öll nótt úti enn og við eigum náttúrulega alltaf möguleika á því að byggja yfir þetta stigahús í framtíðin ef okkur sýnist svo. En í þessum framkvæmdum sem við erum núna í samstarfi við bæjaryfirvöld, þá er það ekki inn í myndinni. Ég má kannski bæta við hvernig, að því þú segir að þarna hafi orðið smá ágreiningu, hvernig hafa þessi samskipti gengið fyrir sig? Hafa verið fleiri svona álitamál? Já, það er ekki hægt að það er ekki hægt að segja það kannski en það hafi verið mörg álitamál en þetta er kannski eitt. Það er líka sjálfsögðu álitamál yfirbygginguna á rampinum en það verður gott samkomulag allt annað. Og við komumst á góðu samkomulagi þetta eins og annað þegar uppferðarstaðið. Svo bara prófa að gott að sýni sig eitthvað bílaður sko. 30. Nei, það verður alltaf leiði hérna og svo getur líka hringt aðeins vita hvort að það sé einhver bíl í línum því að mér finnst nú með ólíkindum að einhver skuli ekki hringja inn og spyrja. Þegar fólk er að hringja, það nær bara ekki inn. Já, en það er nú skrítið, við skulum bara biðja eitthvað að hringja í okkur og því að síminn er 64 35 90, nú hringir einhver í það. Já, halló? Já, halló, ég ætla bara að vita hvort það er ekki lægi hjá okkur. Já, það er þakkaði fyrir. Það er ánægilegt að einhver nær sambandi við okkur og fólk er vinsamlegt beðið að koma með þær fyrirspurnir. Þú ert ekki með einhverja? Já, það er bara ein hérna, það er einn viss, veitingahús eigandi hérna sem leggur alltaf í innkeysluna við Bergstöðina. Er ekki að það gera eitthvað í því? Vittur við að svo, já. Eigandinn af Óla Prygg. Alveg rétt, já. Leggur alltaf þarna fyrir. Innkeysluna þrengir hann og hún er nú þröng fyrir. Hvort það sé ekki að það gera eitthvað í því líka? Þá hringja á lögregluna bara í sambandi við þetta, það er ekki bílastæði, ef að leggur ekki þar sem bílastæði eru sérstaklega merkt, að þá bara hringja á lögregluna og lögreglan hlutast til það að bíllinn verði fjarlægður. Og svo annað, hvar eru hérna ónotæf bílastæði? Það eru þau stæði sem að þegar að
Já, hvernig vil þú orða það? Já, það eru bara þau stæði sem eru innan þess svæði sem hefur verið til viðgerða og það sést náttúrulega strax á gólfinu að það sem slétt gólf, nýsteypt, að þar eru... Ég meina það heldur það sem að menn hafa geymt til dæmis númerslausa bíla. Já, alveg rétt, ég skal koma inn á þetta. Já. Það eru þau stæði sem lokast af, sem hægt að komast út þegar að öll stæði eru sett, ef við skoðum við. Já, en akkur eru þá bílarnir fjarlæðir af þeim stæðum? Jú, sko, þeir eru fjarlæðir númerslausir. Já, þannig að það má ekki geyma slíka bíla hér? Nei, þá varum við með hálfa Reykjavík hérna eins og væri. Já. Og hins vegar aftur á móti, ef að einhver eigandi eða íbúi þarf að geyma bíl hérna í geymslunni, þá að gera að láta Birgir Sigurðsson vita sem í húsi númer 28. Hann sér og hann hefur annast alveg eftirlit með bílastæðunum og hann hefur haft sko veg að vanda því að öll þessi hræ sem hafa verið geymt hérna í geymslunni, þau hafa verið fjarlægð. Og til að segja þá hefur hann staðið sér vel í þessu og hann í góðu sambandi við heilbrigðisfulltrúa hérna í Kópavogskaupstað og svo á lögregluna og jafnvel við ökul líka, þannig að þetta svona allt í takt. En hins vegar ef einhver vil geyma númerslausa bifreið hérna í geymslunni þá á hann að hafa samband við hann Birgi því þá gerir hann sínar ráðstafanir. En ég nú ekki með svoleiðis bíla, ég hef bara verið að velta þessu fyrir mér. Já. Og svo hálfrifnir bílar þarna í neðsta geymsluplaninu og svona. Já, þú kannski tekið eftir því að það leiði ekki held ég hálfu dag og þegar þér fengu miða og fengu frestis að fjalla þá. Einmitt. Það var ekki fleira í sambandi við þetta, kannski í sambandi við gamalkerfi eftir. Já, eftir, já. Já, gjörðu vel. Takk. Takk að þér. Já, það er margir sem að miskilja þessa hluti með þessu ónotaðu stæði. Já. Já, þá fáum við nú. Halló? Halló. Halló. Góðan daginn. Hvað mun þessi framkvæmdi kosta? Bíddu nú við eftir að tala þennan helming núna. Já. Sko þetta var nú áætlað eins og við séum á 22,5 milljón þessi framkvæmda áætlun núna sem kallaði fyrsti hluti framkvæmdarinnar. Ertu að tala um heildarútkomuna? Heildarútkomuna. Já, en ég veit nú ekki, þetta hefur nú eitthvað að hækka, ég veit ekki hvort þessi komna loka tölur Ásmundur, vistu til þess? Nei, það er svona, það er að birtast eins og maður segir. Þetta stefnir í að verða, þessi samningur við þennan verktaka stefnir í það í svona 26 milljónir. Hefur hann gert það núna nokkra vikur, eins og Þórir veit. Það er til komið vegna magnaukninga. Það þurfti að framkvæma gera við meira heldur en að upphaflega var áætlað og það vill nú oft vera þannig þegar verið að gera við steypum að menn þurfa að áætla þetta horfandi utan á fletinu og sjá ekki inn í það sem fyrir er og þá gerist það að magn vill aðeins aukast. Þannig að það er þessi hluti stefnir í 26 milljónir síðan á eftir að mála og það er ekki inn í þessu og það er heldur ekki raflýsingin inn í þessu. Hvað er það sitt á íbúð? Sko við innheimtum núna 2.500 krónur sko fram að áramótum. Það er gjaldkeri húsfélagsins, hann taldi það ráðlegt að innheimta 2.500 krónur. Síðan verður sú fjárhæð endurskoðuð en þessar 2.500 krónur það miðast til það sem þetta var áætlað í byrjun, eins og ég sagði, 22,5 milljón. Það sem Ásmundur kom inn á núna, það var magnaukning í niðurbroti, allir þeir sem hann fylgdust með og sáu þessa framkvæmdir niðri, þá fór miklu meira úr geymslunum heldur en menn byggust við og þar af leiðandi kom miklu meira inn í að nýju efni, þannig að þetta var þessi kostnaðaraukning. En við reynum að halda okkur við, eins og ég sagði, í byrjun þessara samninga, við reynum að halda okkur við þessi ákveðnu mörk með þessar 2.500 krónur á mánuði. Ég þakka kærlega fyrir. Ég fæ kannski að bæta við þetta Þóri, þessar 2.500 krónur, hvað duga það langt til þess að borga þessar framkvæmdir? Já, það kemur í ljós að það er miðað við að það er dekki upphaflegu áætlun og kannski eitthvað pínlítið meira en það. En eins og hann sagði Þóri, 22,5 milljón og eitthvað rúmlega það. Áramótin, hvað erum við þá langt komnir með? Erum við þá búin að borga upp eða erum við... Nei, við miðum þetta við næstu 3 árin að þá hefjum við þetta með þessu gjaldi, 2.500 krónur. Við vitum það að þetta var þetta, eins og við vitum, 44
40-50 milljónir þetta sem er áætlað. En við sjáum það alveg í hendi okkar að þetta kemur að hækka. Aftur á móti gerðum við samningu í Kópavogskaupstað og við gerðum þetta með þeim fyrirvara að kynna að hækka eitthvað, ég vil lækka líka, ég veit það ekki, en leið og þetta fyrir eitthvað að fara fram úr hófi, þá er ég alveg sannfærður um það að Kópavogskaupstað hann kemur aftur að samningaborðinu og ræði það frekar. Ég má þrýsta aðeins nánar á þetta atriði. Þú segir að þetta sé fyrirsjáanlegt að þessi 2500 krónum komi til með að hækka áramótin? Nei, það segi ég ekki, sko. Það var endurskoðað. Endurskoðað? Já. Þannig að það geti alveg verið að það myndi duga, þessar 2500 krónur út þessi 3 ár til þess að ná saman endum? Sko, það er eins og hann sagði Ásmundur, sko, það er verið að skoða þessa tölu núna þennan áfanga. Þegar þær til að liggja fyrir þá verður þetta endurskoðað, sko. Þetta er skoða hérna bæði sko heildartölum og tímabili sem þetta verður breytt á sko, þetta er allt sem sagt. Nú erum við komin, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hafið það? Jónas heiti ég. Já, sæll. Sæll Jónas. Hörðu, það er í sambandi við, eins og Ásmundur var að tala um áðan með lagningu bíla hérna niðri. Það þýðir ekkert að hringja á lögregluna í sambandi við það. Nú. Þar verður hreinlega að setja upp skilti sem eru þinglýst, sem er upp á fjarlægið og þannig að það sé merkti með krana. Þá er hægt bara að hringja á lögregluna og þá eru þeir í rétti sín. Það kemur upp þarna annað vandamál og ef ég man það rétt að þá er þarna sko vöruafgreiðsla fyrir bakarí og kannski eina verslun í viðbót. Það er þá hægt að setja upp sko bílastöðu bannaðar í einhvern ákveðin umfram einhvern ákveðin tíma, 15 mínútur. Það lætur leggja þarna og þeir eru þeir sem eru að keyra út að þeir bara eru alltaf fyrir með bílana. Já, þá ertu að tala um lagningu bifreiða þarna við umfram það að lesta það og afferma. Það er það sem þú ert að tala um. Já. En sko við getum ekki þá sett upp skilti sko neitt þessu lútandi sem þú tala um sko. Ef hann hérna lestar og Það er það sem hann var að tala um maðurinn á það. Hann þrengir innkeysluna. Það er lagt leggja vegna við. Sko við getum hugsanlega sko, Jónas, sko við getum hugsanlega gert einhverja sérstakar merkingar sem að við myndum undirstrika þetta sem hún segir. En ofnotkun á þessu merki gerir bara að verkum að stæðin til hægri séu og auð, þá leggja þeir aldrei þar því þeir þurfa að bakka út þar með pitch. Já, það er rétt. Það er ómikil vinna. Séu þið er búin að leggja sko á lengi það og þá bara einfallega að láta fjalla og það er rétt. Já. En svo langar mér til að spyrja öðru í sambandi við að þið heyrðu á hana og ég sé nú ekki sjónvarpsfréttina en ég er að tala við ykkur, ég er svo stutt í snúrunni á mig. Fá lengri línu. Já, ég fá með lengri snúru og er að koma til ykkar. Já. En hérna, í sambandi við útboðinni, hvenær er áætlaði verklok á núverandi geymslu, málning og lýsing? Er það einhver ákveðin tími, 30. september eða? Nei, það verið að tala um sko verklok á þessum varandi þennan verktaka sem nú er að ljúka. Já, þau verklok átt að vera, ef ég man rétt, 15. ágúst. En síðan Ég veit að komið seinkun og allt saman. Já, hann fékk náttúrulega framlengingu vegna magnaukninga og síðan hefur bærinn framlengt þessu eitthvað með því að hann hefur beðið hann að taka sér aukaverk. Já. Og þau taka líka tíma og þannig að það lengist af þeim sökum. Þannig að það hefur eins og ekki verið gert upp sko hver hans nákvæmlega hver hans tími er. Það verður náttúrulega gert upp í lokin og hann látið standa skil á því. Ég á nú við, svo í sambandi við málningaframkvæmdir. Já, málningaframkvæmdirnar það verður engin töf á því. Það er búið að senda gögnin út til væntanlegra bjóðenda og tilboð eiga að berast mjög fljótlega. Og við eigum von á því að það verið byrjað að mála eftir svona kannski viku 10 daga sko. Það tefst ekki Nei, og jafnvel þó að hann sé sko ekki búinn að ganga frá kverkum og ýmsum svona ekki búinn að ljúka ýmsum svona smá frágangi sem ég hef verið að heimta að hann geri sko, að þá mun hann bara gera það á meðan verið að mála, hann sleppur ekkert við það. Já, það þarf að ganga frá kverkum og bæði við súlur og við veggi á blötunni og sletta loftin aðeins. Í sambandi við það þegar maður lappar hérna fram hjá Átján og í áttin í Vestlandar
Já, já, ég veit. Og það bara datt niður. Já, Þetta hefði ekki verið framkvæmanlegt að já, að fleita í þó hefði ekki ná fram inn að vegnum alveg og þynna það svo fram. já. Til að þetta svolítið gildra. Já, sko, það kom í ljós að þetta sem þú ert að segja og var kvartað undan þessu og verktakinn reyndi að þrífa upp ýmiss konar hraungl, steipur hraungl og annað sem að var út á hérna fletinu sem að hann ekki átt að gera við. Það sem að þegar menn voru að steipa og voru að ganga frá því að taka niður smá halla á nýju ásteipunni að gamla hlutanum, að þá hafa þeir sko tekið í skeiðina kannski einhverja steipu og hent sko út á gamla þann hluta sem er óhreyfður og þessir steipu kleprar voru þarna og naglar stóðu upp úr 2 stöðum sem voru eftir spýtu sem var sett þarna niður. Þegar nú er búið að reynsa þetta upp og að vísu vorum að fara yfir þetta aftur núna á 5. dag og þá þurfti að gera þetta aðeins betur og ég vona að þetta sé orðið gott núna. En mismunurinn er alltaf fyrir hendi. Já, það er ekki snöggur mismunur sko. Það er svo lítið það fyrir. Nei, það er aflíðandi. Já, það er svolítið aflíðandi þeir sem að draga fæturna, það er nú erfitt fyrir þá. Já, þú meinar það. Já. Að þetta sé of bratt. Þetta er ofbrætt. Já, já. Það þarf að þynna það alveg út í hverk. Já, við skulum sjá hver reynslan af því verður núna við það að búa að reynsa þetta upp og gera þetta betra. Jónas, Það er ekki meiri bili. Jónas, Já. því þú ert í símanum þá ætla ég að bara að fá að sína fólkinu hérna hvað þú ert að tala þannig að fólk getur varað sig á því. Já. Og þá sérstaklega gamla fólki, ertu ekki alveg með mér á Ég þessu er nú sko? aðalega að því úti af því að gamla fólkið fara að nota svæðin. Já, nei, þú sér hérna sko, af því þú sér þetta Ég ekki. sé þið ekki. Nei, en allavega, nú er ég útskýrða fyrir fólkinu sko, því það kemur Ég verður hérna. á að sína það sjálfur sko og Já. útskýra það bara á blaðinu að það Sko, er með. já, nú þegar fólki kemur frá Nóatúni Já. og er að labba sérst inn í geymslurnar og þá fyrir hotni fyrir framan 18. Já. Það er hérna sem er smái sprík. Já. Og Nei, það er ekki brík, það er bara... Eða þröskuldur. Nei. Mishæð, það er mishæð. Nei, það er hérna smá, leið mér að klára Jónas, það er sem sagt aflíðandi halli þarna og Jónas telur að hann sé á brattur. Já. Og það er það sem við erum að tala um. Til skamstíma var svo líka hraungl og steipukleprar þarna á þessu svæði þarna, fram að við þarna sem að búið er að hreinsa. Já, Og við erum að vona að með því að hafa hreinsað það, þá sé þessi hætta frá. En það kann að vera sér rétt hjá Jónasi að þessi flái sé á brattur og þá voru það að líta á það. Já, fínt, það var ákomið. Það voru aðeins góðu. Já. Takk okkur. Jú, sömuleiðis. Takk fyrir Jónas. Já, þetta er alveg rétt og hérna, við veitum óskup vel að fólki verður að fara varlega þegar svona framkvæmdir í geymslunni, sko, það er víðast hvar og ég vil undirstrika það við íbúana að við höfum tekið það ákvörðun að bíða með það að hleypa umferð inn á þetta nýviðgerðarsvæði þar til að allt er orðið klárt, bæði með lýsing, máling og allt saman. Og ég bið alla þá að miskilja það ekki, heldur taka það á betri veginn, að við minnum stríða þeim og gerum lífi leitt sem eru sífellt að reyna að komast inn með því jafnvel að opna hliðin og setja bíluna sína þarna yfir nóttina. Þeir eru ekkert öruggari þarna heldur á gamla svæðinu, en það bara tefur fyrir. Og svo í öðru lagi, svo við komum aðeins inn á þetta nýja svæði, þá veit ég það að það átti að vera búið að ræsta niður úr niðurföllum sem eru stípluð þarna uppi og ég veit eiginlega til þess að þeir ætla að láta framkvæma það í vikunni. Kannski af þess sem væri kannski vert að taka fram að þessar framkvæmdir sem að nú fara fram, þær draga dálítið dáma því að þær eru gerðar, hvað ég var að segja, þetta er fyrsta skipti sem svona framkvæmdir eiga sér stað á Íslandi, það er að segja viðgerð þessum toga. Og athygli manna beindist mjög í upphafi að viðgerð á steypunni og járnunum sem höfðu skemmst undir steypuhulunni. Menn voru það uppteknir að þessu að það gleymdist á sama tíma að ganga frá lýsingu eða hönnun á lýsingu og hönnun á málningu. Og þar að leiðandi er nú farið í að framkvæma þetta sem sérstök útboð í framtíðinni til þess að fá þessar framkvæmdir til þess að taka ekki svona langan tíma yfir sumarið, að þá verður stefnt að því að fella þetta allt saman í eitt útboð.
þegar næstu áfangar bílageymsluna verða teknir. Þannig að nú eru menn líka reynslunum ríkari, vita meira það hvernig hægt að standa að þessu. Múrframkvæmdirnar urðu viðameiri, erfiðari og tóku lengri tíma en menn áttu von á og nú við sem sagt þá reynslu sem fengist hefur að þá á þetta ganga betur fyrir sig framtíðin. Og þá má ég vel líka koma að þeim fréttum að lýsingin sem slík, sko, það eiginlega búið að ákveða hana, það þegar byrjað að framleiða sérstaklega lampa, sérstaklega gerður fyrir Hamraborgina. Nei, þið erum það fyrir spyrjanda. Þegar sko þú verður að ávarpa fólkið, annars heldur þessi enginn til svara. Það er bara málið. Þú verður að segja góða Gjörðu svo bara að hringja aftur því að þið hafið eflaust verið komin í loftið á þess vissu það, en við bíðum bara. En með þessa lýsingu eins og ég sagði að það er stuðlað að því að hún verði sem mest og jöfnust. Þannig að hún blindi ekki myndavélarnar sem að settar voru upp og fólkinu takist betur þá að greina ýmsa hluti þetta niður heldur en áður. Nú voru einhvern tímann í umræðinni sérstakur frágangur á gönguleiðunum þarna inn í bílageymslunni. Hver var það niðurstaðan í því? Það er eiginlega ekki komið niðurstaða í það ennþá. Og það er bara að segjast eins og að þetta var til umræði núna á síðasta fundi og þá voru þeir taktdeildarmenn með þær hugmyndir uppi að merkja þetta eins og venjulegar göngubrautir með sömu efnum og venjulegar göngubrautir á götum og það er svona það sem horft er á núna að gera það sko þetta er ekki alveg einfalt mál vegna þess að þetta hangir aðeins á sömu spýtu og lýsingin í bílageymslunni. Ef að menn hefðu getað lýst upp göngusvæði sérstaklega og haft lýsinguna minni annar staðar þá hefði þetta leyst stolt eða sjálfur sér. Þá hefðu kannski getað verið með svona einhvers konar göngustís umhverfi við gönguleiðina en vegna sjónvarpskerfisins sem er í geymslunum þá þurfti að vera jöfn og góð lýsing alls staðar þannig að þessi valkostur hann eiginlega datt upp fyrir sig og nú þegar búið að hanna þessa lýsingu að þá verður sem sagt vonandi einhverju niðurstaða í því hvernig merkja beri gönguleiðina. Nú var svo hugmynd á lofti að hleypa þessum göngubrautum eitthvað aðeins upp. Erum við ekki búin að missa þeim möguleika með þeim frágangi sem við komin á? Nei, sko það stóð aldrei til að það getur vel að hafa staðið til í hugum einhverra að hleypa þessu upp í þeim verkáfanga sem hafði verið boðin út en það var hins vegar aldrei skilningur minn sem eftirlitsmanns á verkinu en ég að hálfu þeirra sem hönnuðu verkið að menn væru að snerta við plötun eins og hún er. Hún þarf að vera þétt og góð og allt sem að kemur til þess sem verður til þess að merkja gönguleiðina þarf að koma ofan á hana án þess að skemma eða skerða á einhvern hátt það sem það er núna. Ég ætla nú bara að ítreka það að fólk hringi hérna inn, það er ennþá tækifæri til þess að spyrja. Við snúum okkur þá kannski bara að... Já, góð kvöldi. Góð kvöldi. Hvernig verður geislagáðin í framtíðinni? Já, það er nú fátt að segja þegar stórt er spurt en sko við ráðum því eiginlega að mestu til sjálf. Það eru þarna að vísu, þeir eru ákveðnir því að við lítum... Horfðu þú á sjónvarpi núna? Já. Já, ef þú kíkir hérna aðeins á með okkur. Já. Það eru hérna sko ákveðin svæði sem að sko eru úthugsuð breyting á og Ásmundur hann leiðréttir mig ef að ég fer ekki alveg rétt með en það er meiningin að vera með því svokallaða leiksvæði þá að færa það í megin atriðum svolítið meira hingað það sem er sólarmegin í garðinum og það verður svona meira rými það fyrir þetta leiksvæði hér og á hérna niður. Hins vegar verður að þetta ný uppteiknað. Nú ég sá á borði hérna starfsmanna tæknideildar Kópavogsklaustrar bara á föstudaginn einhverju grunntekningu sem að þeir vísu að báru ekki fram en þeir bara lögðu svona borðið og mér leist bara vel á vegna þess að þarna var komin einhver smá heildarmynd á þetta og ef við lítum aðeins lengra hérna
á vesturöndina, hérna veröndina, þá var hún teiknuð í samræmi við það sem er hér inni. Já. Þannig að hérna í undirgöngunum að garðurinn hann verður allavega hér út svona með svipuðu sniði. Já. Og Má kannski bæta aðeins við þetta að kerin eins og menn sem voru fjarlægð þau verði ekki endurbyggð og það verður ekkert í þeim dúr inn í garðinum. Það er hins vegar búið að leggja fyrir Hamraborgarráðið eða stjórn Hamraborgarráðsins tillögu að megin gönguleiðum og svona, hvað ég var að segja, hellulögn eða öðru því sem svipar til þess. Það er ekki gras. Jú. Það verður grænn gróður, sko. Það er ekki búið að ákveða hvernig hann hins vegar nákvæmlega hvernig grænu svæðin verða. En það er búið að leggja fyrir stjórn Hamraborgarráðsins tillögu að gönguleiðunum og hvar þær muni verða, lítil torg og annað í kringum þær og það er búið að afgreiða það frá Hamraborgarráðinu svona jákvætt en að sjálfsögðu ekki með neinu endanlegu svari fyrir að garðurinn hefur verið hannaður í heild sinni, það liggur í augum uppi. Ég þakka kærlega fyrir. ja, Takk fyrir sömuleiðis. þá má líka taka það fram sko að við eigum eftir að fjalla útlit garðsins í vetur og ég vonast til þess að allir láti þetta sé ykkur að skipta og komi með ákveðnar tillögur í þessu sambandi. Já, þetta náttúrulega, þetta ekki atriði sem er mjög gott að leyfa íbúðunum að koma að og koma með tillögur og Endilega. upplagt til þess að hafa á veturinn, sko. Við höfum lagt á það áherslu við taktið Kópavogskaupstaðar að þessar tillögur verði lagðar fyrir í Hamraborgarráðið tímanlega þannig að sé einmitt hægt að nota kapalkerfið til þess að kynna þeir og jafnvel að laga fram þá einhverju umræðu þessa hönnun og við vorum að gera okkur vonur það að það yrði kannski fleiri en ein og kannski fleiri en 2 tillögur sem kemur fram en það kannski skiptir ekki meginmáli hvað tillögurnar eru margar bara að berist einhver sem hægt að hefja umræðin Og útfæra það. Einmitt. Ef það er ekki fleiri fyrirspurnir frá íbúðunum bílageymslurnar og fráganginn hérna, þá ætla ég kannski að taka upp þráðinn við Karl þar sem er áhuga hópur kapalkerfið. Býttu, nú kemur ykkur. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Mig langar til að spyrja hérna rörin sem hanga neginn í loftinu í bílageymslunni sem átti upprunalega að vera slökkútbúnaður og orðin hvalreiku, verða þau ekki fjarlægð? Ég skal svara þessu. Nei, þau verða ekki fjarlægð. Sko, þessi rör sem eru, já eins og þú segir, slökkubúnaður í bílageymslunum, það er gerð krafa að hálfu brunamála yfirvalda að þau verði þarna og þurfa að vera þarna. Það hefur hins vegar ekki, leið mér aðeins að klára sko, aðeins að útskýra málið alveg. Það hefur hins vegar verið sá galli á gjöf njarðar varðandi þennan slökkubúnað að það hefur ekki verið nægilega mikið vatn inn á hann til þess að hann yrði virkur og það verður sem sagt reynt að gera gangskör að því að það verði lagað, heimtaugin að þessu slökkukeri verði löguð. Síðan þarf síðan er það rétt hjá þér að hún er farin að ryðga þessu lögn og það er gert ráð fyrir því að hún verði löguð og máluð í þeim áfanga sem málaði verður. Takk fyrir. Má ég aðeins bæta, er þetta sem sagt þessi lögn hefur raun og veru þá aldrei fungerað eða eitthvað? Nei, þessi slökkulögn hefur aldrei verið, hún hefur aldrei verið í gangi og við erum að reyna að koma henni í lag og við viljum annarkvort að hún fari eða að hún virki. Þetta er einfalt og bara. Já, ég held að það lítur nú að líka. Já, sko, það voru margir sem töluðu það væri falskt öryggi og það er eins og við lögum áherslu á það að þetta yrði prófað. Svo einfalt er það. Og það er engin ástæði til þess að henda þessu ef þetta er í lagi. Halló. Halló. Góðan daginn. Já, góðan dag. Þetta er hérna. Salma 32 hér. Ég fylgdist nú ekki alveg með fundinni hjá okkur í upphafi. En hvað kemur fram með lýsingu á garðinum í vetur? Já, það er eins og ég sagði áðan, þú vorst ekki komið Salma, nei.
Ég sagði það áðan að tæknidildin núna að hugleiða bráðabirgðalýsingu og var jafnvel að tala flóðlýsingu. Hvernig líst þér á það? Já, það þori ég nú ekki að segja hvernig kemur út, en ég veit bara að við þurfum allavega að fá einhverja lýsingu. Þetta alveg vandræðalegt eins og Já. Það svo mikið að fullorðnu fólki líka hér á ferðinni. Einmitt. Það mesta vandamálið. Bæjaryfirvöld munu sem sagt samkvæmt sérstöku samkomulagi milli Hamraborgarráðsins og bæjaryfirvalda ganga frá huga að gönguleiðum eins og sagt eins og þar kemur fram og tryggja lágmarkslýsingu. Hérna í vetur, já. Já, það ljómandi að heyra það. Svo annað sem ég heyrði hérna á þegar ég var að koma kveikja á sjónvarpinu. Það var að 30 og 32 ættu gönguleiðina hérna inn í garðinn. Já, það var eiginlega sagt sko Þú að hún á við undirgöngin í gegnum Milli 30 og 32. Já, sko frá garðinum áttu við sko og yfir þarna á yfir á götuna eða ekki? Já. Jú, þeir lýstu því fyrir mér að þetta væri eiginlega höfuðverkur húseiganda. Nei, hérna held ég að sé nú miskilning. Já, en allavega þeir lögðu treppur að þessu, þú sér hérna úti, upp á götuna. Já. Þeir lögðu þar gangstíg að þessum undirgöngu. Já, það passar, já. Það er þeirra höfuðverkur. Og þeir lögðu heldur á þetta þegar þau tóku garðinn. Já. Og þegar ég kem hérna 89 þá var þetta ekki svona hrikalegt gólfið eins og það er nú. Nei, en erum við ekki sko sammála það, Salóme, að sko við húseigendur við eigum allt það sem er innan við ystu mörk þessara eigna sem að stendur á þessari lóð. Já, við megum þá loka þessu líka ef okkur... Þess vegna? Já, svo spurningum henni var skellt fram einmitt á þessum fundi, þannig Ásmundi skellti þessu fram einmitt og sagði bara, við getum ekki bara lokað öllu saman og lokað bara bæinn inni. Já, þetta er svo hættulegt eins og það er og ég er það ekki líka ábyrg ef verði hérna slíkt. En ég bað þá að annast hennan hluta eins og það væri sko, eins og garðinu væri að ræða. Já. Og hérna ef það er einhverju sko kemur einhver auka kostnar á það, þá finnst mér sko það allt í lagi þó að Hamraborgarráðið myndi nú standa straum af því í þessum framkvæmdum. Mér finnst það ekkert guðstökuverk, mér finnst það engin ástæða til þess að þið húseigendur einir 30 og 32 standi straum af því. Það sem þú ert að fara það sem þú ert að fara fram á, Salóme, að þegar garðurinn verður hannaður og undirbúnar framkvæmdir að endurbyggingu hans, að þá er þetta látið fylgja með. Einmitt, það er það sem ég meina. Já, það er markmiðið. Já, takk ykkur kærlega. Já, er það staðreynd málsins að þetta er tveir stigagangar sem eiga þessi göng sem þó allir nota? Já, það er fyrir túlkun. Þeir eiga kannski veggina að göngunum, en ég efast eigi gólfið undir göngunum. Það er málið. Já, lóðin er samin. Þetta er svolítið... En það hins vegar skiptir ekki máli, sko. Það er siðferðileg skylda allra sem að búa í Hamraborginni og nýta sér þessi göng að sjá viðhaldið á það. Að sjálfsögðu líka. Hvort sem það bærinn eða við sem að það er svona sameiginlegt, þetta er sameign, sko. Þegar við förum hérna aðeins út fyrir garðinn þá dettur mér nú annað í hug sem er nú hluti af umhverfismálum hérna Hamraborgarinnar. Það er frágangur á þessum svæðum bæjarins hérna allt um kring og sérstaklega sunnan við. Já, það hefur nú verið svona pínlítið framför það fyrir hvað held ég held að sé nú ekki 6, 8, 10 ár síðan að var sett þarna gras og eitthvað aðeins laga til en það má gera betur. En þetta er einlega gallinn við til dæmis grasvæði hérna sunnan við Hamraborgina. Það mun alltaf vera þátt erfitt að ganga almennilega frá þessu vegna hvað mikil halla á þessu og svo skefur þetta fullt af snjó og veturna og verður heldur svona og mun aldrei nýtast íbúanum heldur að þó suðugarður sé vegna hvernig þetta er í laginu. Síðan eru náttúrulega húsin handan götunar sem að marka hæðina á götunum sjálfri, það er ekkert að lækka götuna mikið vegna þess að þetta er að komast inn í húsin og þetta er svona sérstakt umhyggjuefni en þetta er hins vegar lóð sem tilheyrir Hamraborginni og ég held að Hamraborgin eigi lóðina út af götunni og þetta er líka lóð sem að hefur ekki verið inn í þetta er líka lóðar hlutir sem hefur ekki verið inn í samningunum við bæinn. Þetta er ekki sem sagt garðurinn.
geislagarðurinn sem kallar öðru svo. Þetta er ekki sá hluti. Nú er hérna innkeislan, þetta er allt í Bögglabergi og hérna frágangurinn á bílastæðinu með klæðning og lausamölu á Já, það er sjálfsögðu mikið hérna hagsmunamál fyrir Hamraborgarbúa að reka bæinn til að ganga frá þessum bílastæðum sínum. Og það er hins vegar rétt að reka bæinn eða réttar að fá bæinn til þeirra forgangsverkefna sem við höfum verið að leggja áherslu á. Það er bílageymslan í fyrsta lagi og garðurinn og geislagarðurinn í öðru lagi. Og þetta er þá eitthvað sem verður að koma í framhaldinu, en kannski telur bærinn þetta vera svo mikið forgangsverkefni fyrir sig að hann seti þetta upp að hliðina þessum tveimur sem ég var að nefna áðan. Og það er rétt orður að við þurfum að fara einhver á þessu. Já, fullum þunga. alveg rétt. Það er eins og stendur í lóðalegu samningum, samkvæmt 18. greininni, að það er þessi lóð, hvort sem það er húsið sjálft sem og lóðin sem að hús stendur á, eða óbyggð svæði, svo sem eins og garðurinn og svo þetta í kring. Þetta er faktisk sem við eigum að taka á. Þá ætla ég nú að koma að kabelkerfinu og rásunum. Ef að Ásmundur það búið þá eða hvað? Já, ef það er ekki fleiri fyrirspurnir frá íbúðunum, þá held ég við setjum punkti þar við. Já, bara þakka þér fyrir. Já, þá fyrir ég heim í mat og verður ykkur á góðu. Já, takk fyrir góða stíðin. Karl, þú ert í forsvari fyrir kabelkerfinu og þeim áhugamannahópi sem nú er að reyna að fá okkur íbúðuna til þess að kaupa meira og bæta betur. Hvað getur þú sagt okkur þessi mál? Það eru, eins og núna, þá hafa dottið út þarna 2 rásir, til dæmis Eurosport og eins og MTV, og við ætlum svona aðtuga hvort það væri möguleiki á að bæta við í staðinn. Já, rásum í staðinn fyrir þessa sem er dottin út og er að detta út, eða er það báðar dottnar út? Þær eru víst farnar báðar núna. Já. Og við erum búin að senda út svona kynningablað og á því eru nefndar nokkar rásir sem að fólk á að velja þetta er svona kosning. Kosning um það, hvað eru þessi kostir, segja þú getur endurtekið það hérna fyrir? Það eru þessar rásir bresku, það eru Discovery sem er fræðslurás og Sky One sem er svona svipuð og ríkissjónvarpið með blönduð efni. Síðan er það Sky Sport sem er íþróttarás og svo fylgdi með ein svona þýsk fullorðins rásmið í valinu. Og sem sagt það verið að kjósa þetta núna, eða ég man og ég fekk þetta daginn, þá var þetta aðalega að gangi í áhugamannahópin, og skuldbinda sig til þess að borga þá auka fyrir það. Já, þetta var svona kynning sem við sendum út. Síðan eigum við eftir að senda út blaði sem að fólk Við erum fyrsta lagi þessar 2 sem vantar inn núna, en svo eru þið að spá í fleiri stöðvar eða? Nei, það er bara, við setjum markið fyrst á eina rás. Við erum ekkert að fylla í þessar 2 þarna. Nei. Við ætlum að bæta við einni rás. Bæta við einni rás, 50 rásinni. Einmitt. Og þá velja í 3 rásir, eða skil ég ekki rétt á? Nei. Það þarf að velja til stöðvar í 3 rásir? Nei, við veljum bara í þessa einu. Í þessa einu rás? En hvað kemur í þessar rásir sem eru dottnar þá út núna? Ég hef ekki fengið svör við því hjá Öreind. Nei, hvaða rásir ákvað standa þá til boða? Það eru nokkrar óruglaðar og það eru við flest allt þýskar rásir. Það eru þýskar rásir. Erum við dottnir út af þessu ensku mælandi svæði? Já, það eru breytingar sem hafa orðið í háloftunum sem valda því. Sky One, gætu við ekki náð henni núna beint inn eða hvað? Jú, hún er rugluð. Það er ruglurás til dæmis. Það er ruglurás, já, þá þarf að borga á. Þá þarf að kaupa þessa einingu og áskrift. Já. Og það er sem sagt, þetta er á því stigi að það er verið að senda út fyrirspurnir, eða á að senda út skoðanakönnun hérna til íbúðana
og síðan verður það bara meiri hluti sem ræður. Já, ræður. Já, þetta er svona frjálst. Og hvað kostar þetta? Þessa óruglarásir kostar 900 og það er 900.000? Nei, 900 krónur. 900 krónur, já. Við þurfum tæplega 100 manns. 100 manns borgir sem sagt 900 krónur í eitt ár. Já. Þá kemur auka rás. Þetta er bara, nei, einu sinni. Einu sinni? Já, það er að koma með þessa rás. Bara, er það ekki 900 krónur árið bara? Jú, það er árið. Bara árgjaldi 900 hvert búið? Já, búið. Hvernig þú svarar því kannski, Þóri, hvernig var það? Er ekki einhverjar auglýsingatekjur af kabelkerfinu sem getur að einhverjum hluta fjármagna þennan til kostnaðar í vonu? Jú, það í sjálf sér sko væri hægt að gera en sko þetta er svolítið flókið system ef að ég mætti rekja aðeins söguna sko hvernig þessi tilur var þegar að við lögðum fyrir öll húsfélag hérna í Hamraborginni tillögu sko kabelkerfið og sem kom að því og til að hafa jafnvel líka þessa sjónvarpsstöð sem við sitjum í núna að þá lögðum við til grundvallar 880 krónur á mánuði í 1 ár á búi fyrir öll stigahúsin. Svo voru þarna ýmsir erfiðleikar sem að komu upp sem að við sáum ekki fyrir, svo sem eins og það að 1 stigahúsi það þóknaðist ekki að taka þetta fyrir á sínum aðalfundi sem gerðist sko svo í apríl svo halvu ára eftir að við fengum sko kostnaðar áætlunina fyrir og tilbúið en á þessum tímabili þá gerðist 2 gengisfellingar sem var til þess að sjóðurinn þar að segja kabelkerfið tapaði reynda 2 ásum fyrir bragði 250.000 krónur sem fóru bara að minnka fyrir bragði vegna þess að 1 stigahúsi það þóknast ekki taka þetta fyrir þá á sínum aðfundi. Og hvað gerist? Jú, við ætlum að hafa 6 rásir en það eru bara 4 núna og þess vegna svo vitum við sko vel að sem húsfélagi og sameignar þá þurftum við að standa skil á þessu sem að við letum ákveðið hverju stighús fyrir sig og gátum þar að leiðandi fyrir smáis auka pening afruglað 1 rás sem Sky Movie en lengra getum við ekki náð aftur á móti hugsaum við okkur með það að fjármagna þá næstu afruglun með því að safnin auglýsingum sem að þetta er hægt að gera, það er hægt að safnin auglýsingum en fyrir 1 mann að standa í því er ekki hægt, það verður að vera sko hópur manna og þá við tölum saman við Karl, þá var ekkert svo vitlaust að sá hópur sem að stæði einmitt í þessu að útbúa svona áhugahóp einhverja sérstakar ás að þeir færi þá í það að safna áskriftum svona eins og gert og eða þá safna auglýsingum eða fá einhvern til þess að bara borga rásina. Það er líka hægt. Styrtar aðila? Já, styrtar aðila sko. Því að við getum ekki undir neinum kringumstæðum ekki með þá bara að fara aftur út í aðra fundi í öllum stigahúsum. En þá einhvern veginn yfir að byrja upp á nýtt. Hins vegar það er líka hægt að gera það þannig. Ef það kemur sko einhver sérstakur óskalisti innan Hamraborgarráðsins að ráðið standi straum að kostnaði við að bæta við endurnýja sko gervihnattamóttökuna ef að öll húseign stendur í því og það er einróma vilji í því þá er hægt að gera það en það er ekki hægt að kaupa afreglun. Hamraborgarráður stendur aldrei fyrir því sjálft að kaupa afreglun heldur kannski móttakarann en ekki afregluna en það verður þess áhugahópar að gera. Hvernig er það þegar áhugahópurinn er farin að kaupa þetta? Þetta er náttúrulega eitthvað sem þá ykkur að borga fyrir aðra, er það ekki? Ef það 100 manns borga en síðan njóta allir jafnt náttúrulega ávastana? Jú, þetta er að það, en hins vegar sko þegar við tölum með endurnýjun á kabelkerfinu þegar við segjum það er til móttaka fyrir 10 gervihnattar ásum þá eykur það sölugildi íbúðarinnar, það eykur sölugildi eignarinnar
Það er ekki nokkuð spurning. Það er þegar komið fram og auðvitað þeir sem að vilja leggjast út í það að kaupa afröglun á þetta, það er þeirra mál. Jú, þá auðvitað njóta þess allir í húsinu, þeir njóta þess, jú. Þú sagði mér frá því í daginn þegar ég hitti þig, Þórir, að það væri jável á döfin að færa eitthvað kerfið út. Já. Hvað getur þú sagt okkur á því? Jú, sko, það er... Kannski útskýrt það fyrir hvað ég á við með þessu? Já, það er það að kabelkerfið fari yfir í fannborgina. Það er á döfinni og það er meira að segja á döfinni og það liggur fyrir erindi núna inn á borði bæjarstjórnarmanna og þá veit ég framkvæmdatæknisviðs erindi frá fannborgarbúum að verði sett öryggiskerfi í bifreiðageymslu þeirra og inngöngudýrum með sama hætti og gert var í Hamraborginni. Verði það gert þá öllu líkindum þá verður það öryggiskerfi tengt öryggiskerfi Hamraborgarinnar sem gerir það verkum að þá geta íbúar í Hamborginni tengst Hamraborgarrásinni og þá stækkar þessi hópur sem því nemur. Það verða þá áhorfundur verða eins og áætlir í dag þegar séu 600 til 700 manns sem að horfa þegar að mest er og það er staðaldri getur þessi áhorfundahópur hann getur fjölgað alveg upp í 1000 manns þannig að við erum næstum eins og Bolungarvík eða eitthvað svipað svæði í áhrifum. Og þá erum við komið inn á þetta sem að Karl var að tala að það er að gera þá að sameinast sín nýju áhuga málur en að koma einhverjum nýjum stöðum inn á þetta kerfi. En það myndi vantilega fylgja því einhver afnótagjöld þeirra af kerfinu þegar sem myndi verða aftur fjármögnun á einhverjum stækkun á fleiri rásum og svo framvegis eða ekki? Nei, sko, það má ekki rugla því saman að sko, móttaka stöðvarinnar, sko, við settum til dæmis móttakara fyrir stöð 2 en við kaupum ekki afröglun á hana. Við settum móttöku fyrir sín en við kaupum ekki afröglun á hana. Við settum upp móttöku fyrir 4 gerfinættarásir en að því þarna var aðeins eftir í sjóði þá afröglum við bara eina. Að því við gátum ekki fengið þá 50 sko, skiljið mig. Þannig að ef að við hefðum átt fyrir þessu 50 ás og hún var rugluð þá hefðum við þurft að stofna áhugahóp. Ég meina það er ekki sem ég segi til það getur komið hér áhugahópur innan Hamraborgarinnar sem að hópa sér saman og mynda sterkt afl og segja við stöð 2 við viljum núna bara gera við í samninga. Það er bara áhugahópur, þetta er bara klubbur og það er ekki því til fyrirstöðu. Húsfélagi aftur á móti, það stendur fyrir því að taka móti en þó rugluðum ekki. En svo getur svona hópur eins og Karl stendur fyrir að hann getur komið og sagt já við viljum afrugla stöð 2 eða Sky One eða Discovery eða eitthvað svoleiðis. En höfum við útbúin til að taka móti þeim merkjum? Þeir sem þeir senda? Það þurfum við ekki að taka á móti það í gegnum okkar? Jú, það er tekið á móti í gegnum okkar disk. Það þarf einingu í það og afröglun. Þannig það er sem sagt, það er margt á döfinni núna í þessum gerfinættarmálum. Já, jú, það er margt á döfinni í því og ég hvet fólk að spyrja Karl hérna því mér finnst þetta gott framtak og þarft því að þetta er vísvegar í kabelkerfum hvort sem þú ert hér í Reykjavík eða annars þar út á landi þá er þetta mjög gott að fjölga rásum sko fyrir mig sem húseiganda að geta sagt það að ég ætla að leigja íbúðin eða selja hana að það sé kabelkerfi og gerðarmóttaka alltaf 10 rásum eitthvað svoleiðis. Ég heyri það að það er hjá okkur síminn og enga sérstaklega fyrirspurnir enginn sem á. Allir konur í mat. Það er ítti á svona síðasta séns á því og spyr ykkur hvort að þið eru jafnframt segja eitthvað að lokum þetta, hvort að segja eitthvað sem er hægt að bæta við. Halló? Halló? Halló?
eitthvað sem þetta ekki þóralegt að heyri sér. Vil ég bæta ykkur við þetta sem er þegar komið fram? Halló? Halló. Við langaði að fá náttúrulega upplýsingar að hleypa veita Fannborginni aðgang að kerfinu. Eru það bara að tala bílageysluna eða allt kerfið? Það er allt kerfið. Og er það þá, þurfa þið þá ekki að borga eitthvað skerf eins og allir íbúar Hamraborgina þurft að borga uppsetningar hluta? Jú, það er akkurat það sem er. Það er einmitt, að vísu borga þeir ekki í þessu stúdíu hérna sem að við tölum úr. Ég er ekki að tala stúdíu, þetta var kannski eins og diskinn og... Já, þá koma þeir, einmitt inn í þá er talað það að þeir borgi 660 krónur á mánuði hver íbúðareigandi þar í 1 ár. Í staðan fyrir 880 krónur við Hamraborgarbúar. Já, er það ekki til að koma upp 1 eða 2 ásum? Jú, það var einmitt, þarna komst einmitt að merk málsins. Það er akkurat það sem og meira segja við getum fjölgað heldur 2, jafnvel 3 eða 4 ásum. Það sem annað ég líka, fyrir ekki þú heitir mér leiði? Ég heiti Magnús, 26. Já, sæll. Jú, það er líka annað í þessu Magnús, það var það að bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar, þeir eru svolítið hrifnir af þeirri hugmynd sem hefur komið upp að senda bæjarstjórnarfundina út beint inn á kerfið þegar þeir eru haldnir. Þá lítur að leigja þeim aðgangi. Já, þeir vildu nú orða þetta svolítið öðruvísi, þeir vildu selja okkur aðgang, þannig að þetta er alltaf umræðu stigi, en þetta er hægt. Því að það er ekki kosningar hjá þeim, þá vilja þeim. Allir það ekki, það sé liðin á kosningar. En hins vegar eins og þú kannski sástu kosningar sjá upp í hjá þeim. Þú sást að þarna að þeir töluðu Hamraborgarásina og töluðu um gildi þessa að geta náð inn stofu. Jú, þeir eru hrifnir af því. Já, og þetta skilja pólitíkusar og þeir vita það vel. Og ég veit það að þeir eru ekkit fráleitið þessari hugmynd. En ég sagði að það væri ekki hægt að fá og það væri ekki sanngjarnt gagnvart Fannborgarbúum að þeir fengi ekki þá sömu útkomu eins og við. Þá hlýtur það líka að þurfa að borga hlutfallslega í því eins og við. Já, alveg rétt, við gerum það. Það er talað um það núna ef allir eru með frá Fannborg frá 1 til 9 að þá er það með 660 krónur á mánuði fyrir hvern húseiganda þar ef þið ætla að kaupa sig inn á Hamraborgarásina. En þá verður að liggja til staðar, til grundvallar öryggiskerfi þeirra bílageymslu og þeirra aðgöngu dyrum. Já, svo spurning Karls, hvenær byrjar hann að dreifa þessum diskópsmiðum? Það ætla að vera ekki bara miðjan næstu viku. Þeir eiga eftir að fara í fjölritun og síðan verður þeim dreift. En svo er líka spurning að við myndum jafnvel nota síman eitthvað líka í þessa könnun og koma þá til fólks strax á eftir. Þeir sem vilja vera með. En hérna í sambandi við, nú er ein rásinn farin út, en það er til móttakari fyrir, það var móttakari fyrir þá rás, ekki rétt? Er þá ekki hægt að tjúna hana inn á einhverja aðra? Þetta að horfa á einhverja stillimynd? Já, nú er ég ekki í tæknimálunum. Ég ekki heldur að ég spyr nákvæmlega sama, er það ekki hægt? Jú, þetta er þetta hægt, en þá er spurningin hver á að taka ákvörðun það? Hvaða rás verður valin? Já, einmitt. Og mér finnst það eðlilegt að þessu hópu sem að núna fer af stað að hann hafi bara það í hendi sér. Ég skilst að síðan svona cirka 30 rás sem getur náð inn á hana ruglara eða móttökutæki sem er ekki ruglaðar rásir. Þannig að það hlýtur að skrúa eitthvað inn heldur. Það er allt betra heldur en stillimyndin. Já, mér finnst það bara rétt, Magnús, að þú gefið því bara að koma þér í sambandi við hann Karl og þið bara séu með þetta á ykkar snærum og reyna að hópa í kringum ykkur eða safna ykkur liði í það að taka ákvörðun þessa hluti, Því að húsfélagi raun og veru segir að þetta sé bara því óskilt sem að hér fer fram. Það búið að koma upp móttöku fyrir þetta og svo verður því bara að ráða því hvað verður tekið á móti. Já, ég meina þetta var bara hugmyndið því að þetta er til staðar hvort var ekki að setja eitthvað annað inn heldur en stillimynd. Eðlilega. Í millitíðinu meðan að verið að ákveða annað. Það var eins og gert með MTV, hún kom nú í staðinn fyrir Eurosport og þá verður sannlega endalaust að stilla inn á nýja stöðu. Ég er að fara að tala um tímaböndi meðan að verið að vinna í hinnum málum, þannig að hafa hana svona leiðilega eins og hann er. Já. Að vísu við gerist þetta bara núna í gærkvöldi held ég, þannig að...
jafnvel á mánudaginn væri hægt að setja þá kannski eitthvað inn. Ég er alveg sammála því, Magnús, og ég, sko, það þarf mikla vinnu því að fylgjast með, því það eru fleiri þættir að koma upp og það eru fleiri möguleikar framundan og það þarf bara mannskap til þess að vinna þessa hluti. Það eru margir sem ég hef heyrt sem eru tilbúinir að allan að taka þátt í þessu og þeir sé kannski ekki alveg tilbúinir að vinna í þessu. Nei, alltaf lægi, en þá getur þeir hringt inn í símsvara Hamraborgarráðsins 64 35 90 og melda sig. Er ekki happadrýr að bara heimsækja þá? Það eru svolítið margir sem þarf að heimsækja. Já, það er svolítið margir sem þarf að heimsækja, en það er betra fyrst að þeir meldi sig hérna inn á skrifstofuna, en því ég sagði við Karl, það er sjálfsagt fyrir þessa hópa að vera hérna á skrifstofuna og nota þessa aðstöð sem hér er og nýta hana vegna þess að það kemur húsfélaginu til góða í framtíðin, það veit ég. Já, það var ekki fleira hjá mér. Já. Takk að fyrir. Þá held ég að fara nú að láta styttast í þessum þætti hérna okkar og ég segi það bara að lokum, ég þakka ykkur fyrir þessi skýru svör sem hafa komið hérna fram. Veitum við. Síðasti fyrirspyrjandi þá. Já. Hamraborgarráðsins. Já, halló, þetta er ég, Mercedes, frá Hamraborgar 26. Ég voru að vera svolítið sein, ég voru ekki hluta allir tíma. Mér langar bara að segja frá bílana er alltaf að keyra hérna inn. Já. Í Hamraborgin. Já. Ég veit ekki þegar ég tala frá þetta eða ekki. Bara mér finnst mjög óþægilegt, sérstaklega fyrir krakkar og fyrir fullorðið fólki. Sérstaklega í blindur maður var í dag að labba og svo bíllinn var alveg að keyra honum eða eitthvað svo leið. Svo finnst mér, við verðum að gera mjög fljótt eitthvað til að gera með þetta. Ég er alveg saman á þessi Mercedes, sko, það er eins og þú segir, þessi þáttur sem að núna er upptöku að hafa verið endursýndur og þá getur kannski séð að við byrjum eiginlega þáttinn á þessar umræðu. Við vorum að ræða þessar sömu hluti sem þú tala um. Ég vil eftirlega að segja frá því, ég vil ekki að horfa þetta og ég vil ekki missa að segja þetta frá. Það finnst mér mjög næsir, þetta er alveg næsir fyrir krakka. Ég get ekki senda krakkar mínir út að leika sér að þetta er ekki hægt. Einmitt. Þetta er ekki vilja þar hérna, það finnst mér. Já. Ég bara vil segja þetta, takk fyrir Takk fyrir að hringja. Já, það er eins og maður segir, það er aldrei það er aldrei valega að fara í þessu sambandi. Þarna eru krakkar að hlaupa einmitt á þessu svæði og brýnir það fyrir íbúum að fara ekki á bílunum síni en á garðplötuna. Láta það alveg að sig. Þetta er bara að taka þetta svæði alltaf frá krökkunum með þessu. Þið getur nú verið að leika þarna. Einmitt. Það sé ekki mikið að vera þarna svo leys, en þá getur þau verið þarna. Það þorir enginn að láta krakkarna sín þarna út. Nei, ekki akkurat eins og málum standa. Heyrðu, ég þakka ykkur kærlega fyrir aftur og þá segjum við þessu lokið í kvöld. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir kærlega. This is a journey into sound. Kids, what time is it? This is a journey into sound. Get fresher than this. Get fresher than this. Hey kids, what time is it?